Hvernig byrjaði þið starfi hérna að skógum? Já, það byrjaði nú með því að Jokkum Eggertsson keypti jörðina Skóga 1950 og hóf hérna skógrækt. Það síðan 1959 eða 60 sem að skógræktin veitir honum aðstoð og það girt hérna töluvert stór skógræktargirðing og sem að opnaði honum nýja og stærri möguleika. Það er kannski rétt að geta þess að hann var einn af frumkvöðlum í skógrækt á Íslandi. Það voru ekki margir sem höfðu trú á því að það væri hægt að rækta tré á Íslandi í kringum 1950. Það voru hægt að telja, held ég, að við allar verið meir en 20 manna sem stóð í þessu af einhverjum krafti. Síðan er það að þegar Jokkum deyr að þá arfleiðir hann Bahæ-samfélagið að jörðinni. En það er eiginlega ekki fyrir 1900 og upp úr 1980 sem farið er að vinna hérna af töluvert krafti. 2005 að þá hérna varð Bahæ-samfélagið hluti af bændaskógræktinni eða landshluta skógræktarverkefnunum sem þá voru í gangi og tengdist Skjólsgjóum og Vestfjörðum og þá var girt 90 hektara girðing syðst við landaverkin við Kinnastæði sem er syðsti parturinn á hérna niður við þjóðveginn. Skógalandið er bratt víða, mjög bratt og þar eru víða skriður og þær hérna höfum við verið að reyna að græða upp og hefur svo sem tekist ágætlega en það er í samvinnu við landgræðsluna og skógajörðin er hluti af því verkefni innan landgræðsluna sem kallast bændugreiðalandið og það er svona felst í því að landgræðslan tekur þátt í áburðarkaupum að hluta. Við borgum hluta af því og við leggjum til allar vinnu og flutninga og flytja áburðarsvæðið og við sjáum að dreifa áburðunum og það er svolítið mál vegna þess að landið hérna er ekki véltækt, það er bratt og það er það mikið af klöppum og klettum að það er ekki hægt að dreifa áburðunum öðruvísi en á handafli. Hér í umhverfi sem að minni nú meira á vetur en sumar, það er urð og grjót og alls konar mosi og annað slíkt. Þetta minni mest á eiginlega vetur eða nánast vetur að þar birtist þetta litfagra blóm sem heitir vetrarblóm og er það fyrsta sem blómstrar á vorin og það er svo óvenjulegt hversu litskrúðugt það er og hversu eiginlega viðkvæmt en glæsilegt. Hvað með skógræktina sjálfa sem þið hafið stundað? Já, hún er í tengslum við skógrækt, það sem heitir núna skógræktin, hét áður Skógrækt ríkisins og þar voru landshluta verkefnin sem hluti af þeirri heildarmynd en nú hefur þessu öllu verið slegið saman í eina stofnun sem heitir Skógræktin og við vinnum að okkar skógrækt með leiðsögn og tilstyrk skógræktarinnar og það er náttúrulega bara partur af uppgræðslu í landinu og skógrækt í landinu og öllu því sem tengist loftslagsmálum nú á síðustu tímum. En það var nú ekkert komið inn í myndina þegar við fórum á stað með nýtt svæði 2005. En þið þurfum náttúrulega að byrja starfið
snemma á hverju vori? Já, það hefst nú yfirleitt með því að gera girðingarnar klárar því að það ennþá mikið sauðfé hérna á þessu svæði og við verðum náttúrulega að tryggja það að girðingarnar séu heldar því að ásögn sauðfjár í litlar skógarplöntur umtalsverð og þá sérstaklega birki. En hvað hafið plantað mörgum plöntum, veistu það? Við plöntum nú heilmikið hérna á svæði þar sem Jochum hófst handa. Við höfum nú ekki tölu á því hvað það mikið, hversu margar plöntur það voru. Það var svona í bland ýmsar tegundir sem við notum og hérna þær voru notaðar bara til þess að þétta þann skóg sem að Jochum var búin að hérna reisa hér eða planta hér. En við erum sennilega búin að planta einhverjum 130.000 í svæðið sem var girt 2005. Þetta nokkuð víðáttum mikið land sem það hefur plantað í? Já, það er það. Þetta eru sko, það eru 90 hektarar þarna þarna nýja girðingin sem var reist 2005. Hún hérna spannar 90 hektara. En þetta er náttúrulega aldrei víðáttum mikið ef maður tekur gamla skóginn og nýja svæðið þá tegir þetta sig þó nokkra kílómetra hérna meðfram þjóðveginum til samans. En síðan kafli á milli þessara tveggja svæða sem ekkert byrjað að fást við og það er svæðið upp af minnismerki Matthíasar Jochumssonar. En við höfum gert nýjan samning við skógræktina og bara núna fyrir nokkrum vikum og það hérna samningur til næstu 40 ára. Svoleiðis að Bahai samfélagi hefur nóg að gera sko í framtíðinni.